Ég heiti Guðrún og Viljánsdóttir og ég 61 árs gömul og ég menntaður þjónn en ég hef náttúrulega ekkert að gera núna í COVID. Og ég bý núna hjá félagsbústöðum, leigi hjá þeim og börnin flutta heima, þau eru orðin fullorðin. Ég sem sagt búin að vera hjá þeim leigi hjá þeim held ég 7-8 ár, eitthvað svoleiðis. Og sem að bara bjargaði mér þannig, ég hef aldrei getað farið út þennan leigumarkað, þennan almenna. Og ég byrjaði á þessu ströggli að kaupa mér íbúð 1982, keypti ég mér fyrstu íbúðina og þar var allt svona niðurnjörvað og allt ákveðið fyrirfram og hvernig við ætluðum að borga þetta og þetta var svona eiginlega bara í Excel-skjal allt saman en það gerðist að ég eignaðist barn sem var fjölfatlað og þar leiðandi reiðilegast allt systemið og það bara þannig þegar maður í þessum pakka það má ekkert út að bregða, það má bara veikindi eða atvinnumissi eða hvað sem það bara hrynur spilaborgin gjörsamlega. Og við reyndum og ströggluðum og ég hugsaði við höfum borgað næstu íbúðinu upp í lána, þið vitið, vaxtakostnað, lögfræðikostnað, innheimtumenn, allt þetta, það var endalaust, við gátum aldrei greitt niður neitt á þessum lánum eða höfuðstólunum því að það var alltaf komið í raskat, sko. Og ég náttúrulega gat ekkert unnið og barnsfaðir minn var í iðnnámi og ekki með mikla tekjur. Þannig að enda með því að við fórum í rauninni bara á hausinn, við gátum selt þannig að það fór enginn illa út úr því. Og tókum með okkur 2 lán sem sagt þegar við vorum búin að selja. Þá vorum við á svona hrakhólum og fluttum þá til systur minnar og byggum þar í einhvern tíma. Þá var ég ófrísk aftur, sem sagt var ég á öðru barni mínu. Fluttum til systur minnar og fengum að búa þar fyrir lítinn pening á meðan við vorum að bíða eftir að komast að hjá í verkamannakerfinu. Og það var bara algjör guðsgjöf að hún tók okkur og hún flutti bara í stofuna og þetta var bara svona, já. Svo fáum við þessa íbúð þarna hjá verkamannabústöðum og litla stúlkan mín með okkur. Það var sama sem sagt ástandið að með vinnumarkaðan og svona, það var maður gat ekkert gert neitt mikið og svo svo deyr hún 4 ára gömul og við skiljum. Ég þá ein sem ætlaði að sjá þessa íbúð og með stelpunum mín. En ég var náttúrulega að borga af 2 öðrum lánum, þannig að það var ekkert auðvelt að borga líka, þó að verkamannabústaður hafi verið mjög gott kerfi, að þá var þetta bara alltaf mikil pakki. Og þannig að ég seldi hana svo og fyrir það mátti til þess að greiða bara upp mína skuldir að mestu, ég gat ekki alveg, sko. Og þar sem ég var vinsæl hjá þessum innheimtumönnum og farisum, það bara með ólíkindum að það var, ef ég fór úr Samdi og ég held að vera komin á svona gott ról og þá kom bara eitthvað annað innheimtubréf og ennþá hærra og maður bara taugaveiklaður og þorði alltaf dýra. En það hennar mál og svo flutti ég og var komin saman til annar mann og við fluttum heim til hans, ég og dóttir mín. Og það var náttúrulega bara, ég held að vera bara eilíðar ást og ég myndi bara búa með honum í hans íbúð. En það náttúrulega gekk ekki þannig, náttúrulega segi ég.
og þannig að hann enda með hann gafst upp okkur, hent okkur út og 12 tíma fyrirvara og þá vorum við bara komnir á götuna og það staða sem ég einhvern veginn hélt að ég myndi aldrei lenda í að standi því óryggi að hafa ekki efni að jú, ég svaraði öllum leigu auglýsingum og allt svoleiðis og þetta var svo sky high upphæðar að ég réð ekkert við það, sko. Við þvældumst á milli, fórum til pabbi hennar, byggum þar í einhvern tíma, svo til vinkonu minnar, svo til annarra vinkonu minnar, svo aftur til annarra vinkonu minnar, héldum jól í einhverju íbúð sem við áttum ekkert og þetta var bara helviti töff, sko. Og sérstaklega að vera með barn á 12 ári. Og ég sótti hjá félagslega kerfinu, þess að hjá borginni. Og það var svona, ég var með einhverja kröfur, þeim fannst ég frekar kröfuharð kona. Ég vildi vera í hverfinu mínu, ég vildi bara, sko, þetta var mjög einfalt, ég vildi bara vera í hverfinu sem stelpan á skóla, þar sem vinirnir væru og ég vildi ekkert rugla í henni, ég var búin að vinna sem ráðgjafi með álingadeildinu á SÁA og hjá SÁA og ég sá hvað það fokkaði rosalega upp í þessum börnum að fá ekki festu og vera heima, vera með vinunum sínum, þetta er bara stórhættulegt og það á enginn að þurfa að vera með þann ótta að þurfa að vera að flytja í hvaða skóla fyrir barnið mitt næst og eitthvað svona. Og ég var alveg hörð á þessu og ég tikkaði ekki inn í öll aumingjabóksin sem maður á að tikka inn í, sem finnst fáránlegt. Af því að þú veist, ég sagði bara, hvað á ég að gera? Á ég að skríða hérna? Ég er húsnæðislaus. Það var bara númer 1. Ég er með barn hérna, númer 2. Ég er láglaunamanneskja, númer 3. Já, en, þú veist, við ertu komið læknisvottor, við ertu komið þetta, við ertu komið hitt, þú veist, how low can you go, sko. Það er bara þannig og ég sem fæ þetta aldrei. En allavega ég hafði reyndi og svo fengum við þarna í hverfinu íbúð sem var kjallaraíbúð á svona þokkalegu verði samt og háu með við tekjurnar mínar. Á frjálsum markaði? Já. Og þú veist, það var herbergið hennar, dóttir mín var allir gluggalaust og það voru bara 2 gluggar í íbúðinni, þú veist, þetta var ekkert svona, jú, við bara hreiðrum með okkur, við vorum bara fegnir að geta verið saman og vera í hverfinu og vinirnir gátu komið og svona. Síðan fæ ég þessa, hringdi mig 2 árum seinna á mér búin þessi íbúð og ég svona, það var eiginlega búin að gleyma því að sótt sko, því ég var í hálfgerð blackout þannig þegar það skilna og reiknaði ekkert með að ég kemst þarna. En ég fekk þessa íbúð þarna og það er ekki eins og ég sé ekki að borga leigu þarna, skiljið. Ég er alveg að borga leigu miðað við mínar tekjur og það fer bara helmingurinn í leiguna mína. En ég er náttúrulega mjög þakklátt að vera þó þarna og vera ekki að borga einhverjum helst okrara 200-300.000 á mánuði og eiga það hægt að vera rekin út eftir 1 ár. Þurfa að gera nýjan leigusamning og guð má vita hvað. Og kannski verið bara gömul þarna, ég veit ekkert það. Eða ég er náttúrulega svolítið gömul, en eldri. En já, og ég er svo pirruð út í þetta húsnæðiskerfi hérna. Fólk er gert ókleift, ungu fólki, og bara ekkert ungu, heldur bara, mér líka. Og okkur er gert ókleift að kaupa okkur húsnæði. Það er bara ekkert hægt. Og ég spyr, hvað halda þessi menn að fólk sem kemur úr námi, búið að vera í stúdentagörðunum kannski, á námslánum, kemur út í lífið og hvað? Halda þeir að það komi bara með fullt af sparibaukum og bara búin að safna rosalega miklum peningum til að borga útborgun? Nei, það með námslánabakinu, það er að fara út á leigumarkaðinn, borga svo mikið nema þú sett svo heppin að eiga eitthvað sterkt bakland sem að einhverja foreldra eða ömmur og afa sem eiga peninga. En það er ekkert nema kannski 1-2% sem eiga það. Þannig að
Þannig það ekkert allir, sko. Ég skil ekki að það skuli ekki hægt að byggja fleiri íbúðir hjá borginni, eða borgin byggir fleiri íbúðir og náttúrulega í fyrsta lagi sé sett leigu þak á þessa leigu sem að verða að borga í dag. Þetta er óhemju peningur. Þú ert að borga fyrir 2 herbergja íbúð, þetta borga kannski 200-250.000. Hvað rugl er þetta? Og fólk kemst upp með þetta því það er hörgull á húsnæði, fólk er í neyð og það segir bara, já, ok, ég borga það bara. En svo ræður það kannski bara ekkert við það og lendir í vanskilum og þið vitið, þá er þetta ómögulegir leigjendur og allt í rugli. En það er bara því það er settar svo óraunhæfar fjárhæðir upp og svo forsetinn hann leigir íbúðina sína á 265.000. Ekki fyrir það í góðgerðarmál, ekki segja mér það. Þó hann sé alltaf að vega því, sko. En sko, mér finnst þetta svo, ég er svo pirruð út í þetta. Ég er búin að ströggla þetta sjálf. Ég á ekkert í dag. Ég á dóttir sem er á leigumarkaðnum og er í sambúð og hann er búinn að vera í námi og hún er búin að vera að vinna og þau eru búin að vera að vinna í því að taka ekki námslán. En hvað svo? Hvað gerist núna? Þeim langar að eignast sitt heimili en þau hafa bara ekki efni á því. Þau komast ekki löndin strönd. Og ég skil ekki hvernig þeir ætla sér að réttlæta allt þetta rugl í þessu húsnæðismarkaðsbulli sem er hérna. Það er alltaf verið að tala jú, það er verið að byggja þetta og byggja hitt. Af hverju ekki byggja það bara venjuleg húsnæði, venjulegar íbúðir, lítilsæt raðhús einhvers staðar sem að fólk getur verið, þarf ekki 300 fermetra, skilurðu, eða byggja eitthvað sem er raunhæft, þú þarft ekki marmara, þú þarft ekki, gullita, hnúða á eldursundingun, þetta er svo mikið rugl, það þarf ekki að vera svona og það er svo mikið verið að taka manni raskatið að ég finn til með unga fólkinu og kannski vildi ég eiga fasteign í dag eða kannski. En ég myndi ekki vilja vera þessu ströggli, ég myndi ekki vilja eiga, ef ég var að borga, ég verði það að borga mér eitthvað hluta og kannski, ég fengi þá bara eitthvað, ef ég myndi flytja út, þá myndi ég fá eitthvað tilbaka, bara svona eins og er í öðrum löndum, þá ertu að borga svona andels og ægilalið og allt þetta í Danmörku og það er náttúrulega þak á flestum, í flestum löndum á leigu, að við erum bara í einhverju bulli og það breytist ekki neitt. Og sér ég er 82 er ég að byrja í þessu. Ég bara sé ekki að það sé hafi neitt skánað nema síður sé. Og bara sem dæmi þá á ég aðra dóttir sem býr í Danmörku og sem fór að nám þangað. Henni dettur ekki í hug að koma heim. Hún segir bara nei, hvernig á ég að gera það? Hvernig ætti ég að gera það? Af hverju ætti ég að gera það? Ég á 67 ára gamla vinkonu sem að missti fyrirtæki sitt og heimili sitt í hruninu. Hún flutti í Danmörkur. Hún langar ekkert heitar en að vera á Íslandi. En það er ekki séns fyrir hana. Hún er ein og hún á að borga kannski 250 skall og hún er ellilífeyrisþegi. Þetta bara, við erum bara að splundra þetta, spreða fólki út allan heim af því við erum einhverju rugli hér heima. Og þetta bara, allir námsmennir sem bara treysta sér ekki heim eftir nám. Eða ungt fólk sem treysta sér ekki að eiga börn af því það er svo mikill kostnaður og af því það er svo dýrt að eiga húsnæði eða
eða á maður að sitja upp með krakka grísina til 30 eða hvað? Nei, hvorki þeirra vegna niður mín vegna. Þetta bara orðið fínt, sko. Þá þurfum við allir frelsi. Mamma þarf frelsi og börnin þurfa frelsi. Þetta myndi taka við henni ef ekki þyrfti, en þú skilir, þetta er bara fólk þroskast, það þarf sitt. En það þarf eitthvað að grípa, það þarf að grípa fólk. Og hvað er þessu stjórnkerfi? Og hvað er þessu fólki hérna? Ég ætla aldrei að kjósa þetta rusl aftur. Svo fer það inn í kjörklefan og það er bara alltaf sama súpa sem kemur út. Blackout bara. Af hverju? Ég sem þið gefa þeim eitthvað að fara inn í klefana. Svo þau bara fá svona gufu. Eitthvað glýju í augun. Það er náttúrulega að breyta þessu og ef við fólki komum ekki hérna og gerum það, þá gerist ekki neitt. Og ég bara það ósk að þetta fólk, unga fólk sem er í námi erlendis, geti komið heim. Við eigum, þetta er fjársjóður, þetta fá unga fólk sem búið að mennta sig og allt það. En það kemst ekki. Og er eitthvað eðlilegt að þú sért með 300.000 krónur á mánuði, kannski, en þú ert bara 260.000 í leigu. Hvernig er það reikningstæmi? Hver reiknar þetta út? Ég er ekki klár á hvað vextirnir eru á húsnæðislánum hérna núna. En ég veit að þú getur fengið 0,5 til 1,5% vexti á Norðurlöndunum. Og þar er ekki verðtrygging, eins og hér. Þannig að þó þau getur valið verðtryggt eða óverðtryggt eitthvað breytilega vexti. En þá er maður þarf að gera eitthvað, gerast eitthvað í þessum málum. Ekki í guðanabænum, ekki segja sumu helvítisrullina og VG og þetta lið sagði fyrir síðustu kosningar. Það var allt haugalígi, alveg sem hvað ætlaði að gera, það er ekki gert. Og hvað ætlar fólk að kjósa núna? Sama. Já. Ég skil ekki þetta fjármálakerfi hérna, eða svo er verið að byggja íbúðir í bæ sem kostar svo mikið að það standa, það er heilu blokkirnir hérna í miðbæ sem standa tómar, en svo líka verið að selja íbúðir fokaldar á 500 milljarð. Þetta er ógeðslegt. Ég las fréttina 3 sinnum í gær því ég hélt að þetta væri vitleysa í mér. Er þetta 500? Nei, ég held að ég væri komið til dyslexíu bara. Ég væri bara komin eitthvað út í, ég veit ekki. Ég bara trúði þess ekki. En það er búið að selja nokkrar af þessu. Hvað getum við byggt margar sætar, fínar íbúðir fyrir bara almúgan, fólkið? Þetta er ekki fólkið okkar. Þú langar maður að vita hvað leit er. Það kemur hvergi frá. Já, við erum að finna það út. En í alveg talað, við bara, það verður að breyta þessu. Og ég hef pröfað ég hef reynt að kaupa mér íbúð, eins og ég segi, það má ekkert út að breiða. Það má ekkert klikka. Þú mátt með allt planað. Börnin verða að vera í lagi og þetta verður að vera í lagi og það verður bara alltaf að ganga smúð. Og lífið er bara ekki þannig. Það eru alltaf áföll eða árekstrar eða eitthvað sem kemur upp á hjá okkur flestum. Og það þarf bara að reikna með því. Við fæðumst ekkert öll með einhverja silfurskeið í, ég ætla ekki að segja hvað, það er bara þannig. Við bara, ég hef aldrei fengið neina peninga frá foreldrum mínum. Þau höfðu bara nóg með sig. En það var ekkert að fara fram á það. Ég hef ekki peninga fyrir börnin mín. En það eru sumir og bara ok, flott, húrra fyrir því. En hvað með alla hina? Og svo verðum við að breyta. Og við verðum að breyta.
það er bara þannig. Og bara fólk verður bara að opna augun fyrir þessu og setja bara upp lítið reiknistæmi og veist, af hverju má ekki vera fleiri íbúðir frá borginni. Veist, það er eins og þegar maður segir já, ég leigi hérna félagsbústum, bara á hreppnum. Skilur það er eins og maður sé á hreppnum. Já, sagt í gamla dag, veist, já, hann er á hreppnum. En hérna, veist, við erum ekkert á hreppnum, við erum bara að borga raunhæfa leigu og hérna, sem að mætti náttúrulega vera miklu fleiri þannig úrræði, þannig að fólk gæti hreinlega búið hérna. Og ef að það gerist ekkert með þessa borgarstjórn, sko, held ég. Við erum að stúta henni líka. Nei, ég veit ekki hvað ég segja.